Sýningin Leiðarljós að Lífhöfn við Reykjanesvita, sem unnin var fyrir Hollvinasamtök Vitans, hefur verið opnað að nýju eftir miklar endurbætur. Samhliða sýningunni hefur verið opnað kaffihúsi í Vitavarðarhúsinu. Sýningastjóri Eiríkur P. Jörundsson. Það búið að endurnýja þessi sýningu svolítið mikið frá því við komum hérna síðast. Já, sko, hún var náttúrulega talsvert einfaldari í upphafi og til og með í þessu rými sem við erum núna þá var nú eiginlega fátt af því sem hérna núna. Allir þessi munir eru til og með að vera að berast okkur frá Vegagerðinni og þeir bæta náttúrulega miklu við og síðan vorum við að láta gera þetta líkan af fyrsta vitanum fyrir okkur sem er bara alveg nýtt sem er hérna þó liðinu upplýsingum af þessum vita og við erum líka búin að setja hérna upp miklu meiri upplýsingar í ljósakassa. Það voru nú bara 3 spjöld hérna fyrst og svo er náttúrulega líka sem er mikilvægt að hafa búið að setja alla sýningartexta á ensku sem var ekki síðast. Það er einhver QR-kóður og vesen? Ekkert QR-kóður og vesen, bara lesa, bara kunna lesa sko og njóta og sýningin er náttúrulega bara hönnuð með það í upphafi að vera einföld en áhrifarík. Þannig að þú færð þetta bara beint framan því hvað við erum að segja frá og sérstaklega eins og með sjóslysinn að þetta þarf ekki að vera flókið, þú þarf bara að skilja þetta. Þú hafðir þau orð hérna við opnunarsýningunni að þú vildir kannski að þessi sýning fengi svona svolítið stóran og mikinn sess. Já, mér finnst bara algjörlega það er bara verið að skylda okkar Íslendinga að sinna þessari sögu betur og byggja upp svona sýningu. Ég kalla þetta að þetta er svona mjög voru mikil svísir, þetta sjáum við fyrir okkur að verði sýning þar sem við erum að minnast þessar gríðarlegu fórna sem að sjómenn hafa fært í gegnum tíðina og þetta fjölskyldur þeirra, það var ekki bara það þeir væru að farast, þeir voru að skilja eftir eiginkonur, börn, foreldra og vini og frændur og allt þetta í landi og við erum að tala um 100 sjómanna sem voru að farast frá litlum byggðarlögum og þetta voru þeir að gera, róa af því að Ísland náttúrulega lifði á því á fiskveiðum sko. Ég veit ekki hvernig við höfum farið ef við höfum ekki haft þessar fiskveiðar. En þeir fórnuðu sér í þetta og þetta er bara svo mikla fórnir að mér finnst að við höfum bara að reisa þeim veglega sýningu og veglega minningarreit. Það sem að fólk getur komið og bara votta þeim virðingu sína og séð bara á hreinu hvað þetta var mikil saga og þetta var mikið. En ég kallaði þetta nú áðan hérna, þetta væri saga sem væri sko ekki gleymd heldur geymd. Og við höfum svona gegnum tíðina bara svona Íslendingar hafa tekist á við svona slys að þetta var svo mikið, hvað áttu menn að gera? Nú Íslendingar gerðu bara einu sem við kunnu, þeir bara þögðu og héldu áfram. En sko þeir vissu samt af þessu. En núna finnst mér að við eigum ekkert að þægja yfir þessu lengur. Nú hefur við bara dragið þetta upp, gera þetta með bravur og þannig að fólk getur komið hérna, skilja þessa sögu og votta þessu virðingu og þá er þetta hentugasti staður fyrir mér á landinu til þess að gera þetta. Hérna ertu með nöfn allra íslenskra sjómanna sem fórust á síðustu öld? Já, þetta eru nöfnin þeirra sem að ég held við séum búin að ná þeim nánast öllum. En ég var reynda búin að fá vísbendingum að vanti eitt nafn en þetta er enn að tínast til sko. En þetta eru 3436 minni mig örugglega nöfn og sem fórust á Íslandi og megnaðum er að farast á fyrri hluta aldarinnar og þar eru við ákváðum að hafa þetta bara einfalt, þetta er bara árið, svo bara nöfnin, þannig að fólk sjáu bara, vá, þetta er svona mikið og það er til dæmis við tökum 1 ár hérna sem ég langar að segja frá 1903 og þá kemur listinn hérna niður og hingað. Og á þessu ári fórust á vetrarverti á fyrstu 4 mánuðum ársins 81 sjómaður. Það er eins og við hefðum mist 436 menn í sjóinn á fyrstu mánuðum þess árs. 436. Okkur myndir svona bregða svolítið við það.
Þannig að við verðum átt okkur á því hvað þetta eru mikla fórnir í litlu samfélagi og sjómennirnir sem eftir lifðu, þeir eru samt næsta dag, en þeir vissi ekkert komast við örugglega í land. Aftur. Ef við horfum á þetta bara í dag, þá myndum við kalla þetta flugvéla farma af fólki. Algjörlega. Þetta eru bara heilu farmarnir sem er að farast á hverju einasta ári og þetta eru mennirnir sem héldu okkur gangandi við sjávarútvegurinn og fiskveiðarnar voru bara lífæðir landsins og við byggðum allt upp af fiskveiðum og útgerð og það var okkar gjaldeyrir og það var okkar verðmætasta vara og ég sé nú ekki alveg í fljótu bragði hvernig Íslendingar hefðu lifað af án fiskveiða. En þetta var hafið gaf en hafið tók og það er það sem við erum að benda á að Hérna eru svona fréttir af svona mörgum stórum alvarlegum slysum. Já, ég var reyndi nú að velja þetta mér langaði þess að fá bara andlitið af fólkinu, skilur, á baku nöfn eru líka andlit og það er fjölskyldur og annað. Þannig að hérna fáum við aðeins að sjá, hérna er nú bara til dæmis frá 1938, hér fórst bara togari með 21 og hérna sjáum við nöfnið er á andlitin. Minn okkur á að þarna eru menn á bakvið, tölur og nöfn. Að óglemdum síðan fjölskyldunum sem að þetta takast á við. En það komust þegar menn fóru nú að taka sig almennilega til í slysavörnum og björgunaraðgerðum eftir 1975 eftir Harlaveðrið, þegar fórust 2 togari með mann og mús. Þá var til dæmis fljótlega eftir það var sett á laggirnar mæðrastyrksnefnd sem var náttúrulega bara sett eingöngu á fót til þess að aðstoða, í flestu tilfellum ungar mæður með börn sem voru að missa mennina sína í sjóinn, hvern og fætur öðrum, skilur, þetta er svo mikið, En eins og ég segi, við Íslendingar brugðust bara alltaf við með því að bara bíta á jaxlum og þegja og halda áfram, af því að, hvað áttu að segja? En þetta voru oft bara fyrir vinnur í mörgum litlum samfélögum sem fóru þarna á einu bretti. Svo ég gerist nú persónulegur, þá er ég með 2 fréttir frá 1967 og 68. Ég er fæddur í Súðavík og bjó þarna lítill polli. Hérna fórst 67, Freyja með 4 mönnum og strax árið seinna Trausti með 4 mönnum. Þannig að þarna voru að farast 8 menn á 2 árum í þorpi sem bjuggu 180 manns í. Þannig að þú getur, og hérna eru bara nágrannir okkar, skilur, og vinir og fjölskyldur. Maður getur ekki alveg kveikt á hvað þetta voru mikil áfall, Og það er þetta sem mér finnst að við að draga fram og við að votta virðingu okkar og ekki gleyma þessu. Þetta er svo risastór þáttur í okkar sögu. Þessar miklu fórnir. Þannig að þessi sýning er kannski bara verður minnisvarði allt þetta fólk? Já, henni er ætlað að vera það og henni er ætlað að við erum að byrja núna og þetta er svona, byrjun að því sem koma skal. Við erum náttúrulega vonast til að verði byggt stærra hús seinna í framhaldinu. Þessi upplýsingamiðstöð og kaffihúsi íbúðarhúsi Vitavarar verður svona millileikur bara til að komast af stað. Þannig að vonandi verður það fljótlega að það verði byggt stór upplýsingamiðstöð með stóru sýningarrými þar sem við getum farið vel í þessa sögu og jafnvel reist svona minnisvarða utandyra með nöfnum allar Íslendingar sem fórust og svo ætla ég bæta því við. Við erum þegar byrjar á því að viða okkur og ná í nöfn allra erlendra sjómanna sem fórust líka. Og það gríðarlegur fjöldi. Og það verður svolítið magnað og ekki síst fyrir erlenda ferðamenn líka að sjá þeirra nöfn sett upp. Og það má til dæmis segja að því við erum með þessa stóru mynd þar sem að björgunarsveitin Þorbjörn að bjarga 14 skipurum á breskum línuveðara 1936, þetta er fyrsta myndi sem var tekin af björgun með línubúnaði og Þorbjörnarmenn, ég held að þeir hafa örugglega bjargað fleiri erlendu sjómönnum úr sjávarháska heldur en íslenskum
Þannig að þetta heilmikið saga líka, sko. Að þessi drukknanir og bjarganir á erlendu sjónum. Og svo ég bæti við björgunarsagan sem slík, sem hefst þarna í kringum, eftir 1975 og þegar Slysvarnarfélagið stofnað og svo björgunarsveitirnar, það rosalega mikil og flott saga líka. Það önnur eins sýning og væri kannski jákvæðari? Já, það svona öllu skemmtilegri saga heldur en hinn, sko, en hún mjög merkileg og þar voru menn líka að færa fórnir og dugnaðurinn eins og björgunarsveitarmönnum að fara í öllum veðrum og djöflast í að koma mönnum hérna í land svona. Það var ekki einfalt og þeir eiga það bara líka skilið að þeirra sem minnst. Já, það var ekki hlaupið hérna á vettvang. Þú sagðir frá því að þeir eru kallaðir út frá Grindavík og það ekki malbikaður vegur alla leið. Það var þegar þetta skip hérna fyrst, olíuskipið Klamm, sem strandaði bara hérna beint fyrir neðan, að hérna, þá var Þorbjörn kallaður út, þetta 1950, en þeir voru svo lengi á leiðinni, út af því að vegurinn var svo lélegur til Grindavíkur, þurfti að taka hérna ytri hjólbarann aftan í burtu til þess að ná að fara í gegnum slóðan í gegnum hraunið og þegar þeir koma þá höfðu 31 reynt að komast í land í björgunarbátum, þeir fórust til allir nema vitavörðurinn Sigurjón og Hannes Skáð, þeim tókst að bjarga 4 en 27 drukknuðu við að reyna að komast til land í björgunarbátunum. Hinir sem héldu kyrru fyrir, þeim var allir bjargað. Og maður svona skynjaði það hérna og seinni skrifum hérna formanns björgunarsveitanna, hann nagaði sig svona enda í hendabökin yfir því að þurfa að vera svona lengi á leiðinni. Því ef þeir hefðu komast fyrr, þá hefðu þeir bara róa á ofninu niður og sagt, heyrðu, við erum að fara að bjarga ykkur, þá hefðu þeir ekkert verið að panikara og reyna að komast í land í björgunarbátum. En þetta, eins og ég segi, þetta mikil saga líka. Og við erum svona aðeins byrjaðar á þessu. Við erum að fjalla hérna björgunar á öfnunum Jóni Baldvinssyni. Þar bjargaði Þorbjörn 42 mönnum hérna rétt austan við Grindavík. Og svona byrjaðar að minnast á þetta. Og þetta bara saga sem við viljum segja líka til hliðar. Eins og ég segi að flestu leyti miklu ánægilegri saga. En líka hetjusaga. Það bara þannig. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.